Í þessu vídeói ætla ég að fara í gegnum aðferð sem að kölluð er liðun í stofnbrot. En til þess að átta okkur á því hvernig það er gert, þá þurfum við að rifja hérna snöggvast upp hvernig við förum að því að leggja saman tvö algebrubrot. Tökum hérna brotin 3 á móti x plus 1 og leggjum við það broti 4 á móti x minus 3 til dæmis. Þá gerist það þannig að við þurfum að, eins og alltaf þegar við leggjum saman brot, að gera þau samnefnd. Og við sjáum að við þurfum að lengja samnefnari þessara tveggja brota er bara x plus 1 sinnum x minus 3. Þannig að við sjáum að við þurfum að lengja fremra brotið með x minus 3. Þannig að við fáum hérna 3 sinnum x minus 3. Og seinna brotið þurfum við að lengja með x plus 1, þannig að við erum nefnara hins brotsins, þannig að við fáum hérna 4 sinnum x plus 1 og samnefnarin er þá x plus 1 sinnum x minus 3. Svona. Nú það sem við gerum næst er að við margföldum upp úr svögunum og fáum hérna 3x minus 9 plus 4x plus 4 deilt með margföldum upp á svögunum og fáum x í öðru mínus 3x plus x mínus 3 og ef við tökum þetta saman þá sjáum við að við fáum hérna 3 plus 4 eða 7x mínus 9 plus 4 sem verða mínus 5 deilt með x í öðru mínus 2x mínus 3. Við höfum sem sagt séð að brotið 3 á móti x plus 1 plus 4 á móti x mínus 3 er jafnt og 7x mínus 5 á móti x í öðru mínus 2x mínus 3. Þannig höfum við lagt saman tvö brot og fengið út úr þeim eitt nýtt brot. Þetta könnumst við nú vel við. En það sem að málið snýst núna er að gera þetta aftur á bak. Það er að segja, við ætlum að finna einhverja leið til að koma brotinu 7x mínus 5 yfir á þetta form hér. Þannig við þurfum að reikna þetta svona eiginlega tilbaka. Nú, við skulum þá bara byrja. Þessi aðgerð sem við köllum er það sem við köllum, þessi aðgerð sem við ætlum að fara að framkvæma núna, er það sem við köllum liðun í stofnbrot. Við ætlum að taka brotið 7x minus 5 á móti x í öðru mínus 2x minus 3 og liða það yfir í brotin 3 á móti x plus 1 plus 4 á móti x minus 3. Svona fyrir við að því. Við erum með brotið 7x minus 5 deilt með x í öðru mínus 2x minus 3. Við byrjum á því að við sjáum að geta þáttað hérna nefnaran í 2 sviga sem eru x plus 1 sinnum x minus 3 og hér erum við með 7x minus 5. Og þessu hérna broti viljum við skipta upp, við viljum liða þetta brot í 2 brot þar sem annað hefur nefnaran x plus 1 og hitt brotið hefur nefnaran x minus 3. Og þá er bara spurningin að finna réttu teljarana. Það er til eitthvað brot a á móti x plus 1 plus eitthvað annað brot b á móti x minus 3 sem að gefur okkur þegar lagt er saman brotið 7x minus 5. Og við bara leggjum þetta nú saman. Við erum með a á móti x plus 1 og b á móti x plus x minus 3. Nú hvað gerum við þegar leggja saman? Alveg eins og við gerðum áðan. Við lengjum fyrra brotið með x minus 3 og fáum hérna a sinnum x minus 3 plus b sinnum
hinn teljarinn x plus hinn nefnar sig x plus 1. Við lengjum fyrra brotið með seinni nefnaranum og seinna brotið með fyrir nefnaranum og samnefnarinn þá x plus 1 sinnum x minus 3. Okay. Ekkert vandamál en nú við bara gerum eins og áðan þegar við vorum að leggja saman við margkvöldin hérna inn í svegan og fáum hérna ax minus 3a plus bx átti gið plus bx plus b deilt með x plus 1 sinnum x plus ax minus 3, við ætlum ekki að fara að gera hér einhverja formekjavellur, x minus 3. Ok, höldum áfram. Við sjáum að við erum hérna með tvo liði sem innihalda x, ax og bx og hérna ax plus bx. Hinni liðirnir sem ekki innihalda x eru minus 3a og plus b. Ok, samnefnarinn eftir sem áður x plus 1 sinnum x minus 3. Ok, við sjáum að við erum með tvo liðir sem innihalda x og ef við tökum x út fyrir svega þar þá fáum við hérna inn í svegan a plus b sinnum x mínus liðir sem ekki innihalda x sem eru 3a plus b og þetta er jaft og nefnarinn hérna er x plus 1 sinnum x minus 3. Ok, nú vitum við að þetta hérna á að vera jaft og brotið sem við byrjuðum með. Það er að segja 7x minus 5 á móti x plus 1 sinnum x minus 3. Ok, þá sjáum við að ef að þessi brot er að vera jöfn, þessi jafnamerkið á að gilda hér á milli, þá hljóta að vera jafnmörg x hér fyrir ofanstrykk og eru hér hægra megin. Þannig að við sjáum þá í fyrsta lagi sjáum við að a plus b hlýtur að vera jafnt á 7 vegna þess að hérna vinstra megin erum við með a plus bx og hérna hægra megin erum við með 7x. Sami nefnari þá hljóta að vera jafnmörg x báð megin, þess vegna lítur a plus b vera jafnt á 7. Og svo sjáum við líka að hérna hægra megin erum við með mínus 5 og vinstra megin erum við með mínus 3a plus b, þannig að þá hljóta mínus 3a plus b var jafnt á mínus 5. Ok, hér erum við komið með jöfnheppi sem við þurfum að leysa til þess að finna a og b. Okay. Ég ætla að nota mér það að ég ætla að margfalda jöfnu 2 nærjöfna með mínus 1 þar sem breytum formerkjunum og síðan ætla ég að leggja saman vegna þess að ég sé að þegar ég geri þetta þá fæ ég 3a mínus b jafnt og 5 og ef ég legg þessar tvær jöfnur saman þá sé ég að b-ið går upp, b mínus b er 0 og ég fæ að 4a er jafnt og 7 plus 5 sem eru 12 og þá er a jafnt og 3. Og ég get þá tekið a-ið og sett það til dæmis inn í jöfnu 1. Þannig að jöfna 1 verður þá 3 plus b jafnt og 7 og augljóst er að b er þá jafnt og 4. Ég er sem sagt búinn að finna að a er jafnt og 3 og b er jafnt og 4 og ég get þá með sannir sagt að 7x mínus 5 á móti broti sem við byrjuðum með uppalega sem var
með nefnaðan x í öðru mínus 2x mínus 3 þá jafnt og a á móti x plus 1 ekki a, ég ætla að nota það, ég veit að a er jafnt og 3 þannig að ég segi það bara hérna þetta brot það jafnt og 3 á móti x plus 1 plus b sem var 4 á móti x minus 3 og það sem ég búin að gera hér að liða þetta í stofnbrot. Ég hef búin að komast að ég er búin að gera þetta aftur á bak. Ég byrjaði með brotið 7x minus 5 á móti x í öðru minus 2x minus 3 og á endanum ég búin að komast að því að þetta brot jafnt og 3 á móti x plus 1 plus 4 á móti x minus 3. Þetta sem sagt að liða í stofnbrot. Þetta náttúrulega heilmikil aðgerð og spurning hvort það ekki hægt að komast á einfaldari hátt að þessu og ég ætla að sýna ykkur hérna 2 aðferðir sem að hérna geta nýst í þessu og eru kannski fljótlegri heldur en þessi. En þetta sem sagt basically aðferðin að brjóta brotið upp í 2 önnur brot og finna út hverjir teljararnir á þeim þurfa að vera. Skoðum hinn aðferðinni í nýju vídeói.